Já, komið sæl og verið velkomin í Gjallarhornið, hlaðvarp Heimdallar. Þetta er vettvangur til að taka fyrir þau álitaefni sem eru í brennidepli hverju sinni og í þætti dagsins er áætlað að fjalla utanríkismálin, utanríkisþjónustuna og þá sérstaklega með hliðsjón af COVID ástandinu og hvernig það birtist okkur. Ég heitir Hrafn Haraldsson Dungal og hef umsjón með þætti dagsins. Hjá mér sestur hann Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra. Vertu hjartanlega velkominn Guðlaugur, gaman að fá þig. Já, takk þér fyrir. Nú hefur þú verið utanríkisráðherra í, rúmlega 3 ár og ýmislegt gerst á þeim tíma en sjálfsagt hefur ekki átt von á því að ástandið er svona eins og við sjáum það í dag. Nei, alls ekki. Og við erum að sjá ótrúlega breytingar bara í efnahagslífinu allan heim og þú ert utanríkisráðherra, þú kannski færð svona fyrstur veður af því. Hvernig, ef við byrjum aðeins svona á persónulegu nótunum, hvernig bara er daglegt líf utanríkisráðherra í dag? Það tekið miklum breytingum. Þetta náttúrulega er eitthvað sem að enginn sá fyrir og fyrir utanríkisráðherra því að ég nú haft það fyrir markmiði frá ég tók við að vera eins lítið í útlöndum eins og ég get. Og aldrei fara nema að ég geti útskýrt fyrir sjálfum mér og öðrum af hverju ég gerði það og hverju ég skilaði. Svo er það bara farið. Og ég hef verið svona 90 daga pluss mínus á ári frá því ég tók við. Og núna bara eru allir og mjög fljótlega á þessu ári. Fóru allir fundir, fyrirlega fundir eða stóri fundir. Þeir eru bara losnir af og nú er maður fyrst og fremst í fjarfundum. En það hefur þýtt að vísu að fundin hafa verið raun fleiri, hugsa ég. Og það er gott, þar við að fá jákvæði í þessu. Við höfum kallað eftir því að hafa meiri fjarfundi, þegar að segja við hjá Íslensku utanríkisþjónustunni. En það hefur verið svolítið tregða annars staðar að láta það gerast. Og kannski er það því að það er auðveldara og styttara fyrir fólk að fara, sérstaklega innan Evrópu og Norðurlandana. En núna hins vegar gerist það að fjarfundir eru bara, ég og nokkra, ég átti 2 í gær og nokkra á næstu viku, í næstu viku segi ég. Og þetta er bara einfalt og gott, sérstaklega þegar búið að ná að kynnast fólki. Það er svolítið stór munur þar af, til þess að svo norrænur ráðherrarnir sem funda mikið. Við njótum góðs af því að þekkjast vel, sérstaklega utanríkisráðherra. Ég er vissu utanríkisráðherra og ég er utanríkisviðskiptaráðherra, þróunarsamvinnuráðherra og varnarmálaráðherra, þannig ég á marga kollega. En við til dæmis utanríkisráðherra áttum mjög góðan fund og við erum sögulega fund í Borgarnesi síðasta sumar, þar sem allir voru bara mjög afslöppu hver og náðu að kynnast vel. Og það kom með Eystrasaltsráðherrarnir líka og það þýðir það að þegar við erum að funda með fjarfundabúnaði þá er það bara einfaldasta mál í heimi og gengur mjög vel. Það er náttúrulega alveg frábært og það er nú kannski eitt sem að hefur sérstaklega verið talað að sé kannski að jákvæða sem kemur út úr þessu ástandi. Það eru kannski fleiri fjarfundir og fólk geti unnið kannski meira heiman. En það er að sama skapi eins og þú segir, fólk verður kannski að þekkjast og aðeins kunna hvort annað upp og að fundar kemistrían gangi eins. Þú ert vanur að vinna með Norðurlandaráðherrunum og hvernig er eins og núvarandi Schengen-löndin og allt þetta. Ertu líka mikið í samskiptum við þau og eins kannski Bandaríkin og þessi svona helstu lönd sem við höfum verið í samskiptum við? Já, Schengen er við svo borðið dómsmálaráðherra en hins vegar allt annað sem þú nefndir þá er í mjög miklum samskiptum við þau. Já. Og það eru, við höfum ekki haft jafn náið samstarf við Bandaríkin í áratugi. Það er svoleiðis. Í minni tíð sem ráðherra þá fyrst kemur hérna Pompeo sem utanríkisráðherra Bandaríkjanna og það er fyrsti utanríkisráðherra sem kemur í 11 ár. Og síðan kemur varaforstinn. Í millitíðinni höfum komið nokkra þingmannendur, bæði öldungadeildarþingmenn og fulltrúadeildinni. Og þetta kemur ekki sjálfu sig. Ég hef lagt mjög mikla áherslu á að efla tengslin við Bandaríkin. Þetta er auðvitað okkar stærsta viðskiptaland. Við erum með tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin og höfum náttúrulega átt einstaklega gott samstarf við það í áratugaskeið og þau voru fyrsta landi sem viðurkenndi sjálfstæði Íslands og dæmis í tekið. Og við erum þar sem við erum staðsett í heiminum. Og það er miklu betra og það eru bara við ákveðna nágranna. Við erum í miðju
Atlantshafinu, Norður Atlantshafinu og það skiptir og nágrannar okkar eru Norður Ameríka, það Bandaríkin og Kanada og svo Norðurlöndin og síðan sérstaklega Stóra Bretland og síðan og það bara miklu betra fyrir okkur að eiga gott og náið samstarf við þessar þjóðir heldur neitt, en það gerist ekki sjálfu sér. Þetta alltaf það sama. Þetta bara eins og innan fjölskyldna eða vinahópa eða stjórnmálaflokka, ef þú ert ekki í samskiptum við fólk, nú þá svolítið trosnar svona sambandið og samskiptin. Algjörlega. Og það þarf að líta á þetta þannig, þetta sko, við getum haft alla skoðanir á þeim sem kosnir, hvort sem það á Norðurlöndunum eða Stóra Bretland eða Bandaríkjunum eða hvað það Kanada eða hvað það Þetta lýðræðisþjóðfélög með byggja á sömu gildum sem að reyndar undir högg að sækja núna, þessi gildi sem náttúrulega mjög alvarlegt, en þau koma og fara, þar sem fólk bara kosið inn út, en þess vegna verður að vera, en það alltaf okkar hagur eða góð samskipti við þessi lönd. En við höfum ekki átt jafn góð samskipti, fullir ég, bæði við Bandaríkin og Bretland í mjög langan tíma. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur að góð samskipti við þessi ríki og við erum bæði núna í efnahagssamráði sem við Bandaríkin sem vonandi mun skila sér með einhverjum hætti og við vongum það og sömuleiðis og það rauninni að skila sér til dæmis bara það að vísa fyrir viðskiptamenn sem við erum búin að vera að bíða eftir í áratugskipti, það komið núna mál á þinginu, bandaríska þinginu og það hafði gerst nema því að við unnum í því svo dæmi sér tekið og svo þetta efnahagssamráð. Svo einhver dæmi séu tekin. Það algjörlega satt sem þú segir sko að það svo mikilvægt að halda einmitt, sérstaklega þessum óvissu tímum Bretland að ganga út úr Evrópusambandinu og Bandaríkin svona, taka margar stefnubreitingar, má segja, á einum ýmsu sviðum. Þú hefur líka talað einmitt í þessu samhengi fyrir hvað það sé mikilvægt sko að koma á góðu bæði svona efnahagssambandi við þessi ríki. Akkur eru við ekki bara með fríverslunarsamning við Bandaríkin? Það spurning sem ég spurt þá, sko. Og það að vísu, það mikið mál að gera fríverslunarsamning og það ýmsir aðrir samningar sem eru til sem að ýta undir viðskipti. Það það sem við erum að vinna með efnahagssamráðinu. Og saman náttúrulega með að því Bandaríkin okkar mikilvægasta viðskiptaland en næst mikilvægasta Bretland og þar sömuleiðis erum við að vinna framtíðar fyrirkomulagi og samskipti þjóðanna sem hafa náttúrulega byggst stærstum hluta á EES-samningnum. Þeir gengu út úr EES og ESB, þannig að við þurfum að tryggja þetta. Þeir hafa fram til þessa, hafa Bandaríkjamenn verið mjög hafðir á því að búa til svona og byggja upp alþjóðaviðskiptastofnunina sem einu svona einn stór fríverslunarsamningur fyrir allan heiminn. En þeir hafa verið mjög ósáttir við það og ekki bara Vesturlöndin með það hvað hægt við gengið þar og ýmislegt sem að mönnum ekki fundist þau markmið kannski alveg ganga eftir sem að lagt var upp með. Þannig að núna eru þeir meira að líta til tvíhliða samninga en þeir hafa allavega verið með svona stóra samninga. Og það það sem við erum að vinna á, hvort sem að vinna hitta fríverslunarsamningur eða eitthvað annað. Þeir hafa kannski metið að þannig að lítill markaður eins og Ísland í samborðu við þeirra 300 milljónir sé kannski ekki alveg þess verið að skoða á svo stórum basis eða svoleiðis. Já, ég meina við erum núna í þessum samræðum, sko. Það átti að vera fundur núna í maí, held ég, eða júní, efnahagssamráðinu sem náttúrulega fresta fram á haustið. Þegar Pence kom hingað varðforsti þá vorum við, og ég og Pompeo ákveðum að setja efnahagssamráð á stað. Og síðan þá erum við búin að vera að vinna að þessu. En það auðvitað þannig að það hægt að segja þessi galli að við séum lítil þegar kemur að ná fríverslunarsamningum. En við erum í EFTA og við erum til dæmis með, ef eitthvað þá erum betra fríverslunarnefnd heldur til dæmis Evrópusambandið. Svo erum við fríverslunarþjóð og við erum með miklu frjálslyndari viðskiptastefnu heldur til dæmis Evrópusambandið. Það 90% okkar tollalínum eru tollfrjáls með til dæmis í Evrópusambandið 26%. Þannig að ef við gengum inn í Evrópusambandið þá myndi hækka hér verð á alls konar vörum sem við sjálfsagt að bera enga toll í dag. Það stundum talað það einmitt, við erum með svona það besta úr báðu. Ég held að það sé ekki vafi að þarna, sko við verðum auðvitað, sko þetta kjölfestu markaðan okkar Evrópa. Við verðum að hafa aðgang á þeim markaði, gegnum EES-samninginn höfum við ýmislegt fleira. Það ótrúlega hátt hlutfall þjóðarinnar sem fari gegnum Erasmus, bara svo dæmis í tekið.
og þú og þín kynslóð og þá eru eldri þegar við sjálfsagt ekki gengið í Ég skóla. er einn af þeim, bara gífurlega þakklátur fyrir og hef nú bara orðið vitnaði sko frá fyrstu hendi hvernig einmitt menn geta séð svona neikvæðu hliðarnar svona að því að fara í Evrópusambandið versus sko að fara bara í EFTA, EES. Já, ég held að það er engin vafi sko í mínum huga að ef við myndum núna þurfum við bara að taka út af því að það er ekkert flókið hvað felst í að vera í Evrópusambandinu. Þetta eru bara eitthvað 30 eitthvað svona samningskaflar í rauninni. Við erum svona í 10-11 svona fullu og svona að hluta til í öðrum 10-12 eitthvað slíkt sko og annað er bara fyrir utan. Ef við ætlum að velja hvað við vildum vera í, að við myndum velja held ég að stóra, bara nokkuð veginn alveg það sem er inn í EES. Og við erum bara að taka eitthvað 13% af gerðirnar eru þarna tilskipanir og reglugerðirnar. Þannig að við erum að taka mjög lítið og getum haft áhrif á fyrstu stigum, við þurfum að fylgja því eftir og það er þessum að gera. Gaman á komin inn á það, nú hefur kannski svona umdeildasta hingað til að þeim gerðum verið hinn frægi þriðji orkupakki, sem er nú alveg glemtur í umræðinu núna kannski sem betur fer. En það eins og ég segi, það er svona mál kannski sem var auðvelt að blása upp sem kannski mun stærri breyting að raunverulega er. Já og það er náttúrulega, ég sagði það þá og segja að þetta er norsk óværa. Það vinstri menn í Noregi hafa alltaf verið mjög gegn EES-samningnum og vilja ganga út og nei til EU þar sko er rauninni nei til EES. Og það verður bara að segjast eins og er og ég meina það er bara fullt af mjög góðu fólki sem hafði miklar áhyggjur og ég hef sjálfsagt áhyggjur þetta var kynnt við með fyrst þess vegna fórum við gerðum allt hvað við gátum til þess að vera með belt og axlabönd ef eitthvað sem að mjög litla líkur geti gerst og þá bara koma algjörlega í vekk fyrir það en þetta var auðvitað bara umræða sem búin að vera í Noregi sem bara flæddi hér yfir og sumir tóku þetta upp með það að markmið að koma okkur út úr EES sögðu það ekki, heldur sögðu þriðji orkupakki og sumir höfðu bara, og mikið okkar vinum í sjálfstæðum höfðu bara einlægalegar áhyggjur af ýmsum þáttum sem að þeim fengur bara rangar upplýsingar frá aðilum bara svo það sé bara sagt sem að náttúrulega núna sjáum við að það var ekkert rétt. Og svo stegmagnast það auðvitað bara í hinum og þessum hópum og samræðum og... Já, þú sér náttúrulega núna að þú sér hvað var sagt að myndi gerast, að það hefur ekkert raungerst, vegna þess að það var bara ekkert rétt. En þetta er auðvitað það sem við þurfum að eiga við þess að þurfum alltaf að hafa umræðan í gangi. Og það er auðvitað líka grunnurinn í þessu að þeir sem hafa alltaf talað gegn EES-samningnum eru ESB-sinnar. Þeir hafa alltaf talað niður og þeir hafa sagt að við séum að taka 90% af gerðunum og allt þetta. Og svo er bara komið nýr hópur sem er Faroe sem fann að taka upp málflutning ESB-sinna en þeir byggja alltaf á röngum forsendum. En aðalatriði málsins þetta, við erum bara að hugsa hagsmuni Íslands og eins og þú nefndir, ég meina unga fólki til dæmis sem aðganga námstækifærinu sem er gríðarlega mikilvægt og er að nýta sér það. Bara einfaldasta ferli sem ég hef gert, kannski er það EES? Það er EES-samning, ég hef ekki getið gert það þínum aldrei og þarna í þínum sporum, af því við vorum ekki komin í EES þá. Og gríðarlega mikið mál þarna hérna áður að komast til dæmis í náms í útlöndum. Sama með að fólk finnst alveg sjálfsagt að það er bara á Spáni í sínu húsi með aðgang á heilbrigðisþjónustu og öllum hlutum, oft eldra fólk, það er allt í gegnum EES. Og við rétt ímyndar ef við værum ekki EES og ég ætti að reyna að ná þessum samningum. Og ég ætti að ganga til dæmis til Spánverja og segja hérna, við viljum að bara, ég með smá hugmynd að Íslingar hafi við erum svo 10.000 hérna svona yfir árið, já meira, miklu meira, en það sér það núna þegar við erum svo borgarþjónustuverkefni og viljum frían aðgang á heilbrigðisþjónustunni og svona ýmislegt og þeir myndu bara segja já, hvað er margir Spánu í Íslandi? Já, ég hitti einn daginn sko, þú veist, eða þá með námsmennina sko, að við farum að sækja þessi réttindi. Þetta er ekki svo, þetta er eitthvað sem bara tínir að trjána. Það er bara lok og læs, þarna sko. Já, við vorum bara svo heppin á þessu tíma, það voru miklu fleiri ríki eftir heldur en núna og færri ríki í ESB. Og þetta var dögum kaldastríðsins og það voru þau lönd sem voru þá í EFTA og fóru sem í ESB að það voru enga líkur á því að þeim tíma þau myndu fara inn í ESB þannig að þau vildu búast í eitt markasvæði og vinna saman á ýmsum sviðum og við fluttum hana með og bara það var bara, við vorum rétt þjóð og réttum tíma en samt getum við gert okkar eigin fríverslunarsamninga þannig að við erum ekki læstir inn í tollabandalagi Evrópusambandsins. Menn hafa áttað sig á því að það þyrfti að vera kannski einhvers konar fyrirvari á einmitt svona þessum sjálfsákvörðunarrétti sem að við þurfum að geta haft þrátt fyrir að vera í fríverslunarsamningi. Það var aldrei inn í samningnum og ég held að ekki verið inn umræð, auðlindirnar hafa alltaf verið fyrir utan.
þarna ES þarna, ég las nú umræðuna ES að það voru bara Davíð Oddsson og Jón Baldvin að útskýra fyrir mönnum að það þyrfti enga fyrirvara varðandi orkuauðlindir því það var ekkert inn í ES-samningum. Það er ákveðin hlutir sem snýr orkunni en það er ekki orkuauðlindir. Og þannig að bara svo dæmi sér tekið og sjávarútvegurinn fyrir utan og sem betur fyrr gerðum við það undan þá sem við fengum og lögðum áherslu á og bara þakka þeim mönnum sem kom og fólki sem kom okkur í gegnum inn í ES og sömuleiðis að hafa þann fyrirvara að fjárfrelsi er ekki virt þegar kemur sjávarútvegi þannig að erlendir aðilar geta ekki keypt íslensku sjávarútvegsfyrirtæki af því að það er pottitt á þessum 25 ára þannig að oft gengið á ýmsum sjávarútvegum að þá væru ríkisstyrktar útgerðir frá Spáni og Öxnar örugglega löngu búin að kaupa upp ansi mikið af íslensku sjávarútvegi og það var ekki okkar hagur. Nei, það má nú segja. Hvað gaman á nefnir þetta með hvaða er auðvelt fyrir okkur bara og einn venjulega meðaljón að ferðast milli Schengenlanda og þessara ESB-landa. Við sem sagt einmitt njótum góðs af því þrátt fyrir að vera ekki alveg inn í ESB. Hvernig það með á þessari öld 2020 rafræna lausnir? Styttist ekkert í rafræn vegabréf bara til dæmis? Jú, ég held að það verður örugglega líka út af COVID nú að því við nefndum hérna fjárfundina að það verður, þetta mun ýta undir þá þróun, bæði milli landa og vinnustaða og ýmislegt annað. Hin hliðin, dökka hliðin, sem er þessi að við þurfum að huga þá á öryggismálum vegna þess að bæði þjóðir, ákveðnar þjóðir allavega svo aðilar innan sem eru það er mikil umræða það bara hvernig að verið að hafa áhrif og umræða núna í tengslum við COVID. Rauninni bara að koma röngum upplýsingum áleiðis og þú getur gert svo margt rafrænt sömuleiðis hvernig þú getur njósnað fólk og hvernig þú getur Og svona identity theft, hvað segir maður á íslensku það? Nei, svona persónu hugverkastuldur sömuleiðis varðandi að stela persónuupplýsingum og hafa áhrif á fólk það náttúrulega líka gervigreindin gerir hlutina svo miklu auðveldari. Auðvitað til dæmis eins og í gamla dag, kannski, ég veit ekki hvort þú lesir bókin 1984. Já, Orwell. Já, en og menn sáu það til dæmis Austurtjaldsríkin eða kommunístaríkin og hafa verið að reyna að framkvæma þetta og maður kannski eftir austurrísku leyniþjónustunni Stasi. En það er ekkert smá mál ef það til dæmis að hlera þá þarf einn að hlusta, ef það klukktíma samtal, þá þarf einn að allavega hlusta í klukkutíma. En þegar þú komin með þarna gervigreindin og digitaliseringunna, þá getur þú bara látið tölvuna vinna fyrir þig. Og það bara tikkar inn ef það kemur eitthvað sem er áhugavert. Já, og bara þú getur fylgst alveg nákvæmlega með ef þú ert með aðgang að viðkomandi aðila, þá getur hvað kaupir og hvað skoðar og svo framvegis. Og þetta er raunveruleg ógn og þetta til þess að vera öryggis- og varnarmálin, menn kannski sjá fyrir svo vettvangi NATO að þá séu það bara gangi allt út á hefðbundna hernað. Það er ekki, menn eru ekki síst að skoða núna að byggja sig upp þegar kemur að öryggis- og varnarmálum þegar kemur að netur. Já, svona hugbúnaði. Já, og líka bara koma upplýsingum áleiðis. Þú veist þarna, og það eru mörg dæmi þess að þetta áhrif á lýðræðislega kosningar og annað slíkt með því að bara koma röngum upplýsingum áleiðis. Þú bara sér allt í einu frétt og það er bara frá einhverjum fjölmiðli, annarkvort er það bara ekki satt eins og rétti fjölmiðli eða það er bara einhver fjölmiðli sem er bara svona einhvers konar cover-up og svo dælist þetta og bara nokkur mínútur fer þetta og bara út allt. Ég meina við sáum til dæmis eins og svona lítil frétt sem var þegar við vorum með ég man ekki hvort það var Trident Juncture eða Dynamic Mongoose heræðingur ég man ekki hvernig það var að þá var svo lítil sætt frétt það að þá voru einhver margir dátar sem fóru inn á krá í Reykjavík og klára alla bjóri fyrir okkur og svo bara fréttirinn á Íslandi bara skemmtilega og fyndin og fór eitthvað en svo var búið að spinna hann og búið að keyra hann allan heim og það væri áfengislaust í Reykjavík vegna þess að hermennir hefur bara komið og hreinsa allt áfengi og það er náttúrulega keyrt af andstæðingum Atlantshafsbandalagsins til þess að sverta ímynd þess og þetta er svona mál sem manni finnst bara að vera frekar svona sniðugt skiptir kannski engu máli þannig en hins vegar þetta er náttúrulega gert bara með mjög margt annað Upplýsingaflæðið er lykillinn hér. Það er alltaf verið frá upphafi tíma og þá er stjórnvöld og þeir sem vilja valdamenn hafa alltaf rétt af áhrif á fjölmiðla og upplýsingagjöf því að í því felur svo mikil völd bara, þú veist, ef að segjum það að þú fengir bara upplýsingar frá einum aðila
að þarna sem að, og faktist það sem gerist náttúrulega núna og maður hefur fundið í umræðinu þegar við þriðja orkupakkan, þá fann maður sem kannski ágætt að maður gerði það þar af því að við þurfum að eiga við alltaf, að það allir í sínum helli. Ég í mínum helli, ef þú skoða Facebook síðuna mínar eða samfélagsmiðluna, ef þú kemur bara sem geimvera eitthvað sem þú verður að skoða, þú myndir skoða það bara, þá var því niðurst að allir myndu halda með Liverpool, sko. Og af því að ég alltaf á það, það kemur alltaf upp aftur og aftur slíkir hlutir, sko. Og bara allir hafa mikla áhuga á sögu, sko. En heimurinn nú ekkert alveg þannig. Það sést sérstaklega kannski á þessari öld á tímum falsfrétta og einmitt þegar upplýsingaflæði getur verið svolítið óheft og þá kannski þegar kannski gagnrýnin hugsun hefur sjaldan verið eins mikilvæg. Hárrétt, og ég held að lykillinn sem þú nefnir gagnrýnin hugsun. Hún alltaf verið nauðsynleg. En núna erum við, sko, auðvitað alltaf þannig að það ekki þannig að hérna áður fyrir áður en internetið komið að hér hafi allar upplýsingar verið réttar. Það mjög langur við frá og það auðvitað ekki þannig að eitt af sem einum finnst réttist öðru rangt, en það og alltaf hefur verið afbakað staðreyndir og slíkt. En núna þetta bara gert með öðrum hætti, auðveldari hætti og þetta raunveruleg ógn fyrir til dæmis lýðræðisþjóðfélag eins og okkur. Og við þurfum að vera öryggis og varnarmál eru gríðarlega mikilvæg. En það ekki bara eitthvað hefðbundin svona hernaðartól. Það miklu víðfeðra og til dæmis þegar við erum með COVID núna og bara lokast öll landamæri og allir slíkt. Að þá þurfum við áttu okkur til þess hvað mikilvægt fyrir okkur til dæmis að hafa mat í landinu og bara svo ýmsa hluti sem við getum gengið að nægar birgðir af lyfjum og öðru slíku. Þetta allt öryggismál og í rauninni öryggis og varnarmál og það þarf að huga þessu öllu. Við þurfum til dæmis að huga því að við erum tengd við umheiminn í gegnum kapla og slíkt. Ég meina, við mögum ekki vera með viðkvæm fyrir því að einhver óprúttnir aðeinslega myndi vilja klippa það. Að því að bara, sko, maður áttar sig, þú veist, að ræða hér samningin og veltaði fyrir eitthvað sem þú alltaf alist upp við og fundið sjálfsagt. Hvað sem sjálfsagt, já, og þú ekkert verið að veltaði fyrir hvað, já, þetta út að sko. En það sami svo það sem okkur finnst fyrir sjálfsagt. Við sitjum hérna báðir og við erum báðir með síman á borðinu í okkar. Eitthvað innflutt tæki hérna? Innflutt tæki og líka allar upplýsingarna sem koma, þær koma í stóru hluta utan að. Við þurfum að hafa rafkerfin í lagi. Það eru ákveðnir þættir sem væri teknir út sem gæti haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir okkur. Það þessi sjálfbærni sem þarf einhvern veginn að vera tryggð og þetta ár hefur nú einmitt farið þannig af stað við höfum fengið að finna fyrir snjóflóð og óveður á landsbyggðinni sem að reynir þannig á innviðina að þeir hafa bara varla haldið, sko. Það minnir okkur kannski á þessa hluti. Ég held að við höfum alltaf að hugsa út frá því að ef að versta sviðsmyndi geti komið þannig að við höfum að búa okkur undir það að það verði, vonandi verður það aldrei, en ef það skeður, að þá hefur við vera viðbúin. Heyrðu, já, svo það hérna, já, kannski málna, við erum búin að ná að forðast aðeins mikið, það COVID-19. Hérna, það var nú kannski áður en að samkomubannið kom á, þá var það kannski fyrsta sem að fólk fann fyrir var borgaraþjónustan. Fólk kannski sem vildi komast til útlanda eða var fast í útlandum. Þá reyndi nú aldeilis á ykkur. Þau voru fljót að bregðast við með þess að þú gast skráð þig erlendis bara þannig að allir vissu af þér. Hvernig fór þetta ferli allt saman í gang? Fyrst, sko, því að þetta eitthvað sem hefur verið unnið í utanríkisþjónustunni alltaf bara mjög lengi. Það borgaraþjónusta. Við erum svo stærst út og ósýnileg, veit enginn af henni. Og þetta þannig að fólk auðvitað ekkert að segja frá því að nýtir þjónustunum því að vanlega þannig að þú lendir í vandræðum þá hefur saman borgaraþjónustunum og eða einhver því nákomin og hún unnið mjög gott starf mjög lengi en núna bara urðu aðstæður sem við ekki séð áður og ég held að hjálpa til að því að leiður komin að þá fóru í breytingar utanríkisþjónustunni bara með það markmið eins og við varum bara að stofna nýja utanríkisþjónustu, bara með autt blað og það var ekki bara það allir starfsmenn utanríkisþjónustunni getur komið til úr heldur sömulegst þeir sem eiga með samskipti utanríkisþjónustuna og því eru 151 tillaga og við erum búin að framkvæma 130 og hérna þessar skipulagsbreytingar sem við fórum hjálpaði til því að það sem gerði við þessa aðstæður því að það sem gerist það að nú verður bara allt ráðuneytið og öll þjónustan að borgaraþjónustu. Þetta hefur alltaf verið stór þáttur í með mörgum sendiráðum og svo framvegis en þarna bara þurftum við og einni nóttu að bara breyta utanríkisráðuneytinu í stóra borgaraþjónustu ráðuneyti
og það var gert og eins og nefnir ég held að við hefum svo sem allt undir það að fólk skráði sig, að það verið 12.000 mann sem skráði sig inn á gagnagrunn og náttúrulega langstærstu hluti þeirra komin heim, það eru 3.000 eftir en lungin af þeim ætlar að vera áfram. Síðast í leit þá voru svona 60 einstaklingar sem við vorum að reyna að hjálpa heim. Og er þetta búið að gerast þá svona löngu ferli? Það var sjálfsagt margir kannski út á Spáni eða eitthvað og haldið jafnvel að þetta myndi gangi yfir á stuttum tíma, svo bara kemur allt í einn útgöngubann og talaði að loka flugvöllum. Þetta hefur allavega verið mikið álag bæði á þegar verið kannski samskipti við Icelandair og flugfélaginu upp á að koma fólkinu heim. Já, við ættum mjög góð samstarf við Icelandair sem ekki sjálfgefið vegna þess að sum lönd hafa átt í erfiðleikum með að starfa með sínum flugfélögum. Sömuleiðis að þá erum við náttúrulega með sendirskrifstofur, náttúrulega erum við litla utanríkisþjónustu en við heim sem gerði verkum að þegar einn fór að sofa að þá tók önnur við, þannig að þetta var allir sólarhringurinn, þannig að þetta er ekki á sömu tímabeltunum. Svo erum við með ræðismenn sem vanmetið fyrirbæri eða maður sem veit ekki það kjörræðismenn, það bara fólk sem vinnur frítt fyrir Ísland út allan heim. Já, og eru þá einmitt lókalar? Já, oftast það þannig sko. Og ég reyndi að gera og við reyndi að gera vel við og vorum hérna með sérstaklega ráðstöfnu fyrir það á síðasta haust, síðan það nú gott að við gerðum. Það sem við vorum að buðum og kynna fyrir þeim hvað við vorum að gera og hjálpaði mér þeirra störfum. En síðan ekki síst sem alltaf stórmál að þá hefur alþjóðlega samstarfið sannlega gildi sitt og sérstaklega sumt að alþjóðlega samstarfið hefur ekki staðist álagspróf sko. En norræna samstarfið hefur svo sannlega gert það. Og við höfum bara verið að vinna saman í Norðurlöndunum að koma á Norðurlandabúum heim. Þannig að margir Íslingar, sko, ég meina það hefur verið Icelandair flug, alveg C-flug, til dæmis til Alicante og með Íslendinga er líka Norðurlandabú gátt alveg farið með þangað. En mikið Íslingum hafa farið með bara sérstökum flugum sem Norðurlöndin hafa farið til að sækja sitt fólk og opið fyrir Norðurlandabúa. Og Íslendingar til dæmis að geta gengið í sendiráð frá öðrum Norðurlöndum þar sem okkar sendiráð geti staðar til að fá aðstoð eins og við væri bara einn afsest þarna frá viðkomandi þjóð. Og þetta alltaf fyrir okkur 360.000 manna þjóð að vera þáttur í þessari keðju. Lykilbreyta bara. Já, þú getur ekki ímyndað hvað það hefur hjálpað gríðarlega mikið. Já, þessi samheldni einhvern veginn er nú einmitt margir kannski út í heimi sem setja okkur svolítið undir sama hatt, þetta er bara Skandinavía sko, þetta er bara sama landið. En það er kannski einmitt svona mikilvægt að því við þurfum að vinna svona saman til að hafa áhrif út í heimi sko. Já, við erum samanlagt 25-27 miljónir eitthvað slíkt sko. Já, það er ekki nema það. Já, og þú veist, það er ekki meiri fjöldi en það og margir líta okkur bara Nordic er bara eitt sko. Já. Og við erum þá bara að tekja ákvörðun fyrir mjög mörgum mánuðum síðan að við verðum bara fjölskylda. Já. Og við erum það. Og fjölskyldur nú held ég alla þannig að það er ekki alltaf allir sáttu við systkinin og frændan eða slíkskilur. Og þannig er það alveg, við tökumst á og þurfum að geta hagsmuna gagnvart hvort öðru. En þetta er þannig að þetta er alltaf fyrstu þjóðina sem við leitum til. Ef ein þjóð fyrir í frambóð, stýði allar hinnar. Og við förum ekki að bara svo dæmi sér tekið, við förum ekki gegn hvoru annarri heldur, bara vinnum þétt saman í öllum alþjóðastofnunum og viðskiptamálum og allstaðar. Þannig að getum að kvartanda vinna okkur Norðurlöndum? Já, við getum alveg gert það. En ég myndi ekki vilja hafa aðra nágranna og ég er bara þakkláttur þeim sem ákváðu að þetta yrði með þessum hætti. Já. Í ofanalag að þá hafa Eystrasaltsríkin, þau hafa komið inn í þetta og má segja að það er alltaf þéttast þar samstarf líka. Og í rauninni er það ekki komið fyrir hernám í hálfa öld hjá þeim löndum og þau voru, lungan að þeim tíma, langstærsta voru undir kommunismannum. Já. Að þá væru þau örugglega ennþá þéttar og hefur verið ennþá lengur vegna þess að landfræðilega og menningarlega eigum við líka mjög mikið samheld með þessum löndum. Já. Það er góð punktur. Nú einmitt bara varðandi alþjóðasamskipti eftir þetta ástand, hvað maður halda er handabandið, verður það einhvern tímann samt? Er það úrelt? Hvernig, ertu orðinn stressaður þegar þú ferð út og hittir leiðtogana og þarf að taka í höndina? Ég er nú ekki að það fara út eftir COVID sko. Nei. Þannig að en ég held ég verður ekkert stressaður. Það var nú leiðilegt ef handabandið, það gæti alveg skeið.
Mér finnst það líka, það bara, þú veist, þá verður þetta bara nýja old school fyrirbærið, við tökum í hendur. Já, en ég held að þarna, ég veit ekki hvað skal segja, það þarna, við erum ekki komin á þann stað að vita hvaða langtíma áhrif þetta hefur. Eins með ráðstefnur og svona lagað, sko. Ég meina, það segir nú bara í hámálum maður manns gaman og ef við ætlum að fara að hætta umgangast hvort annað. Getum við hætt þessu öllu saman? Já, ég held að það væri, ég vil ekki gera lítið úr fjarfundum, mjög mikilvægt og hægt að spara tíma og ýmislegt annað og það gera meira af því og við þurfum ekki alltaf að hittast svona í persónu en það kemur ekkert í staðinn fyrir mannleg samskipti. Það bara svoleiðis. Og það skiptir ekki máli hvort það milli landa innanlands. En gaman að við slúttum kannski með utanríkisþjónustuna fyrir þá sem að hlusta og þekki ekki til. Ef fólk lendir í vandræðum erlendis, þá er það sendiráðið eða viðkomandi ræðismaður sem ber að hafa sambandið. Já, bara best að hringja í borgarþjónustuna og það bara, og þá það alla jafna, auðvitað eða út í viðkomandi landi og það sem sendiráð, þá heimatökið þar en það er best að hringja bara beint í borgarþjónustuna og hún leiðbeinir fólki bæði á viðkomandi sendiráð og ræðismenn og svo framvegis. Þannig að það er svo góður punkt til að byrja á. Já. Nú er þetta þitt, nú ertu komin á þitt 4. ár í embætti. Þetta er nú örugglega svona ímynda maður sem mesti hausverkurinn fyrir utanríkisráðherra í langan tíma allavega. Hvernig sérðu hefur ríkisstjórnarsamstarfið gengið almennt bara farsællega í gegnum þetta ferli? Já, það hefur gert það, sko. Þetta þannig að við erum mjög ólíkir flokkar. Við erum mjög ólík og mjög ólíkar pólitískar skoðanir. Og það hefur ekki breyst, sko. Ég er þarna, en hins vegar þetta fólk sem hefur reynslu í stjórnmálum og það skiptir miklu máli og kann þessna að starfa með öðru fólki og við einsettum okkur það að þetta verkefni þegar við byrjum í ríkisstjórninni og það hefur alveg gengið eftir fram til þessa en auðvitað er þetta ekki alltaf dans á rósum frekar en einu öðru ríkisstjórnarsamstarfi en þannig er þetta oft einfallega vegna þess að þannig eru pólarnir í íslensku stjórnmálum sem að takast á og það er alveg ljóst að við munum ekki til dæmis þarna samfara vinn okkar í Vinstri grænum það að sjálfstæðisstefnan sé besta leiðarljósi. Ég vonlítill það og eitt er alveg öruggt að þeir munu ekki samfara okkur að þeirra hugsjón sé svo eina rétta en hins vegar held ég að það sé alveg ljóst að því við erum svo fljótt að gleyma til dæmis vorum við mjög erfiða stöðu á vinnumarkaðnum og sem betur við náða að lenda því farsælega sem betur fyrir það hefur verið svakalt ef það ekki verið sko. Og þar held ég til dæmis að þessi samsetning flokka í ríkisstjórn hafi hjálpað. Já, rosalegur aðgerðapakki í ríkisstjórnarinnar og nú von á meiru, bara vona með. Förum kannski ekki að upplýsa það hér. En ég vil segja sko, þetta er sem sagt, þeir eru líka búin að vera í miklu samskiptum auðvitað við almannavarnirnar og gaman að sjá hvernig það hafi svolítið svona, hvað maður að segja, leyft þeim að eiga sviðsljósið og svona svolítið gera hlutina á sínum faglegu forsendum. En þú náttúrulega hlýtur að fá svolítið annan vinkil á þetta verandi í utanríkisráðuneytinu og sjá svona kannski helst utanríkisstefnuna og svona hvernig við berum okkur út fyrir landsteinina. Já, þá er bara tekið pólitísk ákvörðun það að hlíta ráðum sérfræðingana sem að þeirra koma þessari veiru og það hefur fram til þessa gengið vel, ég held og það eru margir sem líta til okkar. Ég fæ síntöl frá kollegunum sem að ganga bara út það, fólki sem þekki ekki neitt og vita á hverju við höfum náð þessum árangri og hvað við gert og vilja fá upplýsingar og svo framvegis sem við veitum þetta fúslega. En þannig að ég fæ svo svolítið augað á þetta og fólk hefur tekið eftir því hvað við erum að gera. En það sem ég er að velta mest fyrir mig núna og er að vinna það er mörg mál sem að gefur bara hagsmunum Íslands viðskiptamál. Ég er búin að
fara aðeins yfir það það var ekki tæmandi. Frekar neitt sem við getum gert á stundum tíma en í ráðuneytinu en alveg saman hvað við gerum góða aðgerðapakka þá mun íslenskt efnahagslíf og efnahagslíf vestanverðra þjóða aldrei fara á flug og fleiri fyrir að það er búið að opna aftur. Þegar maður tala um þess að þetta sé bara eitthvað einangra ferðaþjónustan svo margt og tengir svo mörgu. Þetta eru afleitt áhrif, væntanlega. Já, ég sé bara eins og þegar ef við tölum bara innlenda ferðamennsku í Bretlandi eða Bandaríkjunum, meðan hún ekki á fullu, það er að segja fólk bara að fara á veitingastæði og þá seljum við ekki hágæða fiskinn okkar þangað. Við getum alltaf selt örugglega prótein, en það er stoltið munur á því hvort að hann sé ferskur þarna og seldur á 1000 krónur eða bara frosinn á 100 krónur sko. Og það hefur áhrif okkar efnahagslíf og þetta, ef við ætlum að sko við getum gert ákveðna hluti hér innanlands og við þurfum að byrja á því og það er stóra málið, en við þurfum að huga því hvernig komust við til útlanda og hvernig kemst fólk hingað heim þarna og öruggt og getur liðið vel með sína heilsu. Þetta er það sem er verkefni framöndan og það er ekkert víst að þetta verði einfalt. En það skiptir máli að huga þessu strax og það hefur við gert strax því að við eigum svo mikið undir því Íslendingar að í samskiptum útlönd, jafnvel meira heldur en aðra þjóðir og við finnum svo fyrir því núna að þetta snýr ekki bara því að við getum ekki farið til þeirra landa sem við viljum farið í helgarferðir, Nei, komist á fótboltann en þetta snýst náttúrulega líka það að við þurfum að selja okkar vöru og þjónustu og það gerist ekki meðan að hagkerfið lokað. Það er eins og segir bara þegar eins og bara ferðabannið í Bandaríkjunum komum snemma í ferlinu, þá einhvern veginn varð þetta svo miklu raunverulegra. Já, og ég var ósáttur þá að þeir tóku fyrst út Bretland og Írland en ekki okkur sko. Já, fyrir utan það. Já, en þeir voru nú snöggi, svo voru þeir því að Mike Pompeo bauð mig strax til heims og bara samdægus þegar ég mótmælti því. Og það var gott en maður gæti nú ekki drækt það því að þeir lokuðu strax á Bretland og Írland. Í kjölfari fóru Norðurlöndin að gera þetta og það sem mátti í svo það var ekkert samráð á milli landa, ekki tala á milli landa, ekki eins og Norðurlöndin þegar að þessu kom. Og menn geta haft skoðanir á því hvað ferðabönni skipta miklu sko. Það er allavega ekki stærsta málið. Ég held að þegar menn eru núna að skoða það hvað gekk vel hjá okkur þá var það að við tókum þetta strax alvarlega, við vorum strax að greina þetta og rekja þetta þannig við varum og einangra mestu hættuhópana og þegar við losum þetta hvernig sem verður að þá verður örugglega gert á því grunni sem flestir séu búin að gera þetta og að því að það er ákveðin áhættuhópar sem eru í mestri hættu við þurfum að taka þá út en síðan og aðalatriði er þetta að reyna að vinna þetta skipulega og með bestu þekkingu að leiðarljósi en það verður erfitt að losa þetta þegar þjóðirnar eru svo misjöfnum stað. Þetta er eins og fólk hefur kannski talað og þið hafið bent á ég meina það er auðvitað alveg óumdeilt hversu alvarleg þessi veira sérstaklega fyrir þessa viðkvæmu hópa en að sama skapi kannski fólk sem segir það deyja kannski alveg jafn margir í einstaka löndum úr venjulegri inflúensu á ári en að raunverulega tjónið sé einmitt kannski atvinnuleysi í kjölfarið og þessi gífurlega hnignun hagvaxtar. Já, ég held að sko það náttúrulega fyrsta markmið var þetta að reyna að lágmarka útbreiðslunar og sjá til þess að heilbrigðiskerfið myndi ekki springa og það náttúrulega lykilatriði því að þetta hún er miklu svæsnari heldur en hefðbundin flensa það er óumdeilt en síðan þegar þú setur heilbrigðiskerfi í þetta þá annað sem lætur undan og það þannig til dæmis núna bara fullt af fólki sem að bíða eftir aðgerðir sem annars geta farið í og svo framvegis sína áhrif og síðan þetta þannig að þegar við erum að horfa upp á stórfellt atvinnuleysi þá það gríðarlega alvarlegt mál þannig að þegar við erum að horfa og þetta vonandi ná við bara einhverju bólusetningu eða bóluefnum eða ónæmi eða hvað það verið að vinna á öllum vígstöðum og núna vitum við ekki alveg þetta ekki klift og skori þetta ekki og eitt það að við vitum ekki hvernig hún þróast mun hún leggjast í dvala og koma aftur í haust eða mun hún bara fjara út eins og suma veirur hafa gert eða þú hvað mun hún stökkbreytast í einhver átt
við vitum þetta ekki. Það það sem erfitt að eiga við þetta, en hins vegar liggur það alveg fyrir að þegar efnahagslífið fer niður og sérstaklega atvinnuleysi, það það allra versta. Það hefur alveg margvíslega neikvæðar afleiðingar og þess vegna erum við auðvitað að fara í þessa efnahagspakka og svo framvegis. En við þurfum líka að brjóta okkur út úr þessu en við þurfum að gera það í samvinnu við aðra. Hörðu, bara aðeins í lokin hérna hjá okkur. Nú ert þú bara nýbúinn að leggja fram frumvarp breyting á lögum utanríkisþjónustuna. Ný komu úr rafninu bara, úr ráðuneytinu. Hvað geturðu sagt okkur það? Nú hefur stundum verið talað utanríkisþjónustuna sem svolítið svona, hvað maður að segja, lokaður klúbbur og svona og svolítið kannski svona ógagnsætt ferli með eins og hvernig sendiherrar eru skipaðir og hvernig það allt ferli er. Er þetta nýja frumvarp til þess fallið að taka á því? Er þetta veigamikla breytingar eða hvað? Já, það akkurat að þessu. Það verið, utanríkisþjónustan að mínu áliti mjög öflug. Ég held að hún sýnt að við nú bara eins og í borgaraþjónustuverkefni sem áberandi með sjá, En flest af því sem utanríkisþjónusta gerir svona kannski ekki að sjáanlegt og svo við sem reyna að vekja athygli á því að fá umræðu það. Hins vegar þannig þegar ég kem hann inn þá eru 40 sendiherrar sem svolítið hátt hlutfall. Já. Og það sem ég kannski finnst mest í gallinu þegar sendiherra hann rauninni fyrir til lífstíð og það eins og góðu sveigjanleiki í mörgu í utanríkisþjónustunni sem mikilvægt að mínu áliti að þá hefur þetta verið svolítið sér á parti og þannig að markmiðið með þessu að þeir sem eru hefðbundnir sendiherrar þeir þurfa að fara í gegnum auglýsingaferli og annað slíkt og það líka sett hámark á fjölda þeirra. Þannig að þeir myndi fækka, ef þessi lög ná fram að ganga þá getur enginn skipað sendiherra eins og þeir hefðbundnir sendiherra í nokkur tíma því að þeir fækka mjög hægt það bara þegar fólk kemst á aldur í rauninni. Og síðan ertu með hitt að svo verið gagnrýnt þegar fólk tekið utan annar stað heldur en utanríkisþjónustunni. Það hins vegar að mínu áliti mjög nauðsynlegt og mjög mörg dæmi fólk sem hefur staðið sig gríðarlega vel. En það svo held ég að skiptir máli að það sé svona líka einhver ramm utan við það. Þannig að það hægt að ef lögin á fram að ganga þá getur tekið einhvern sem hefur reynslu annar stað og getur gert viðkomandi sendiherra en hann verður þá sendiherra hámarki í 5 ár. Menn að deilt það þetta þyrfti að vera aðeins lengra og það má vel vera þingi bara að takja því en aðalatriðið þetta finnst mér að það sé einhver rammi slíkt en ég held að það sé mjög skynsamt að halda áfram að nýta kost þjónustu þeirra sem að eru fyrir utan. Og svo í þriðja lagi þannig að næsta lag fyrir neðan eru svokölluð sendifulltrúar og mér finnst að vera skynsamlegt og þannig verða lögunum ef þau verða samþykkt eða frumvarpið að þá getur ráðherra skipað sendifulltrúa sem sendiherra á einhvern stað og þegar hann hættur sem sendiherra þá verður hann bara aftur sendifulltrúi og það finnst mér vera svona hið eðlilega fyrirkomulag. Þannig að þetta rauninni snýra að því að ég bæði sannlega auka gagnsæið en líka svona að því það engar reglur þetta núna. Ég hef ekki skipað neitt sendiherra og það ekki verið liðið svona langur tími á þessu sendiherra skipaður síðan 1961 held ég og ef ég hefði verið svona svipaðan fjölda eins og menn hafi verið skipaður út í núna þá væri þeir orðnir milli 40 og 50 sendiherrarnir og mér fannst það ekki vera skynsamlegt en ég geti rauninni skipað hvern sem á nokkura eins og staðan í dag. Eins og staðan í dag og eins marg og ég vil. Það ekkert í lögunum sem stoppar það. Og þessi lög hafa nú verið, það ekki óbreytt svona mestuleyti til síðan bara 1970? Jú, það var mjög lengi. Já, kannski aðeins uppfærð svona til samræmis við opinberu starfsmannalögin, hvað svoleiðis? Já, það er mjög litlar breytingar á þessu. Það sem ég ætla að vera að gera og tengist líka bara og við höfum verið að gera vandi þarna breytinguna á eins og nefndi í byrjun hann utanríkisþjónustu framtíðarskýrsluna og þessum búið að vinna eftir. Við erum fyrsta skipti í utanríkisþjónustunni og þá hefur lokað sendiráðum í Góðæri
Af því við bara skoðum hvar eigum við að leggja áherslu á, hvernig myndum við gera þetta að byrja núna og Akkurat. þá lögðum við niður sendir á sem töldum við þyrfti ekki að vera. Það er náttúrulega hefur alveg glemst að taka fram að þetta er vissulega 80 ára afmæli utanríkisþjónustunnar. Já, við ætlum að reyna allavega ekki svolítið athygli á því en fólk er að hugsa um annað eðlilega. Ég segi það. En ég hvet samt fólk til þess að skoða vefinn og podcastin sem þarna eru. Það er líka podcast sem að verða líka fleiri því að það er mjög mikilvægt að fólk kynni sér utanríkismálin og hvað utanríkisþjónustan er að gera. Aðalatriðið er þetta, ef við gætum ekki okkar hagsmuna, þá mun enginn gera það. Það er einfaldlega þannig. Og það er ekki þannig að fólki í öðru landi sé illa við okkur, en það er bara að hugsa um sig alla jafna, sko. Það er bara svoleiðis. Við látum þetta vera lokaorðin. Guðlaugur Þór, þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk sem Og það var ekki.